Ég heiti Arnar Bjarnason, ég rek verslunina Frú Lauga. Við erum búin að vera hérna í 5 ár bráðum á Laugalæk 6 síðan opnum við Óðinsgötu 1. Alveg frá upphafi þá erum við búin að vera að gera út á þetta rekjaleikan. Okkur fannst vanta verslun sem að bauð upp á íslenskt hráefni, þess að var þetta rekja til bóndans í grænmeti og í öðru. Og í kjötinu erum við með til dæmis frá nokkur bændum, nautakjöt og lambið að sjálfsögðu. Lambakjötið kemur frá Brekkulæk í Miðfirði. Það er náttúrulega merkt þá í bak og fyrir. Og það er raun og veru eiginlega eina sem við erum með svona hreint og beint og við höfum það ferskt þegar sláturtíðin stendur yfir. Eingöngu þá, svo höfum við það frosið og meðan byrðir endast. Þetta er ekki íkja stórt bíli þannig að það klárar svona þetta leyti páska. Ég var einmitt að taka móti síðust sendinguna núna. Ég er eftir í páska og svo þurfum bara að bíða til haustsins þess að við fáum frá þeim aftur ferskt lambakjöt og á meðan líklegast verður bara ekkert lambakjöt hérna hjá okkur. Nei, ég læt það nauðvitað sig, við fáum frá öðrum á meðan, en hérna, þetta er svona okkur aðalbóndi getur við sagt og hérna, út af gæðum aðalega og náttúrulega þetta er lífrænt lambakjöt, en gæðin náttúrulega tala fyrir sig sjálf, það er ekki bara út af því að það er lífrænt sem við bjóðum upp á það hér, heldur líka þetta er mjög gott hráefni og fólki fara að þekkja læri hryggir og sjálfsög og kannski vinsalast af öllu er hakkið, myndi ég segja. Lífrænt lambakjöt, eins og í grænmetinu, það þýðir að það allt aðhald og aðbúnaður dýra og er strangari. Rétt eins og grænmeti, það er strangari reglur um það hvernig jarðvörun er meðhöndlaður. Og að sjálfsögðu að engin eiturefni á túnum og það er strangari reglur um allar lyfjagjafir. Aðbúnaður dýran í fjárhúsunum líka skiptir máli og þau þurfa að ganga á grasi inn í fjárhúsinu og svo mætti áfram telja. Þannig að hvað sem veldur hvort að þetta sé ástæðan fyrir því að lambakjötið þeirra er sérstaklega gott. Mig grunar að svo sé allavega hluta til. Svo er það bara svæðið og augljóslega til gott lambakjöt mjög víða all land. En allavega við höfum hann mjög góðan aðila sem er að senda okkur reglulega. Mér finnst langbest alltaf að vera með mjög einfalt meðhöndlað lambakjöt. Raun og veru bara salt og pipar. Kótilettur til dæmis eða læri og hryggir. Við notum hakkið náttúrulega töluvert, þá ber staðinn fyrir nauthakk. Það er alveg afbragðsgott, það er svolítið feitt og raun og veru hvaða pastarétt sem er, skiptum við gerðan út fyrir hakkið, þannig að nauthakki segi. En annars myndi ég segja einfalt meðhöndlar, kótilettur, salt og pipar, það er steinleikur.